reynda að koma staði. Það alveg dæmi? Þú veist, reynda að koma staði af hverju það og að þú kemst staði af hverju það af hverju það eins og það hvað að græða á því og hvernig getum við gert öðru í þessu? Þú manst þegar ég var að tala pakkana og örugglega í fyrsta forritunar dæmatímanum en sagði þau væri eins og fólderar. Þetta basically bara folder sem inni í foldernum miðmót. Og það þægilegt. Það þægilegt út af því að sko, ef þetta væri ekki í, þú veist, subfolder, það sem þetta í subfolder, þá getum við sagt skástrygg, myndir, skástrygg, eitthvað, jón.gif. Ef þetta væri ekki undirsætt, þá myndir við þurfa að segja, þú veist, sé svona program, bla 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 bla, ógeðslega. Það Hvað er þetta staður? Ná auðvitað. Ok. Það bara, það mæli bara að lesa í gennum kóðan og svona fá tilfinningu fyrir honum. Ertu nú?
Hvað línu? Nei, ég dýrheitin það er ekki að breyta henni í íslensku maður getur það tekið á fiski og sett neym og breytt svo heitinu Já. En það er ekki það sem að Er nokkuð mál að breyta að við erum á íslensku? það er því að það sitna að finnur hún út frá nafninu það tekur nafnið út í getu Já. En hann að Já, ég veit ekki. Breyta skráan, það er breyta val. það getur gert það er svo það getur breytt þannig að kíkjum svo Nei, hún segir líka sko, þú þarft að breyta nöfnunum á skránum. Já. En ef þau eru sömu fúldir, ef það væri bara í sama pakka og þú bara setur inn þessu, ég veist þess að við getum ykkur til Já. það er bara myndið í sama pakkanum og bara myndið sem ekki gera til segna Já. það þarf ekki að gera það þarf ekki að gera síðan upp og líka sagt og ég vil vísa í iPhone á þess að vera með einhver skóð Já, það er allt í lagi í svona litlum tilvikum en við erum að æfa okkur fyrir stór tilvik þess að þú ert með 100.000 eða upp í 1.000.000 assetta og þú þarft að sortera og skipuleggja það. Það er svona, þú getur verið með stóran skáp og bara kasta öllu inn og svo ertu að reyna að finna eitthvað. Og þú segjum Já, svo þú veist þú ert forritarinn og ég er einhver artwork guy og segir, herri, ég kom með nýja dýramyndir þá þarft þú ekki að leita af öllum myndunum og dýrlistæðum og replacea þær þá bara, þú veist, overwriter og folderinn það er bara svona smá dæmi hvernig það virkar.
held ekki ef þú gerir ráð fyrir því. Já, það hann name plus gift name. Nei, ég meina þá ertu í rauninni með eitthvað annað heldur þetta hérna. Já, það þarf að vera bæði fyrir gift og giftgengi eða þú veist. Já, þú veist, þú myndir þurfa að vera með eitthvað check. Já. Þú myndir að breyta bara í gift. Og hvernig áttu ekki að finna hest? Hvað er horse.give? Best að googlið. Klárlega. Veit ég hvað þetta animated virkar, sko. Prófa það. Nei. Game format. Ok, ekki mest allir konur, ég var að byrja. Eru þið búin að ná í
sem sagt dæmablaðið. Ég byrjaði að ná í dæmablaðið og hérna bæði projektin, við erum að fara að vinna með 2 projekt núna, ekki 1 stórt, og við erum að gera út af því að sumum fannst svo erfitt að hérna, við mistu út kannski einum lið á verkefnu og þá gátu við ekkert fylgst með það sem eftir var. Þannig að núna verður til 2 hlutum. Þannig að þú verður algjört trainwreck og bara klúðrar gjörsamlega fyrsta dótinu, þá getur við, þá byrjum við, upp á nýtt á nýju projekti. Og ætlum vonandi náðu við að gera eitthvað meira. En fyrsta projektið, þá erum við að fara hérna læra á combo box og hvað það gerir. Og ég ætla bara að keyra það núna og þá sjáum við það. Combo box er þessi drop-down menu. Það sem við erum að fara að gera í þessu verkefni, það er að bæta við staki hérna í drop-down menjun og svo hérna breyta nöfnunum yfir í íslensku. Það er ekkert flóknara. Eru allir komnir með sem sagt þetta dót opið, combo box myndir. Okidoki. Já, við erum búið með fyrstu 2 leiðina, það er að importa og keyra, en maður byrjar alltaf á því. Svo eigum við að breyta dýraheitunum á íslensku og keyra forritið. Skoða hvernig dýraheitin eru í private tilögsbreytið sem heitir dýrheiti í klasunum aðal combo. Þetta er bara eitthvað rugl. En byrjum á því að breyta þeim yfir í íslensku og sjáum hvað gerist. Nei, tjók. Okidoki. Fá allir svona upp þegar þið keyrið þetta. Mynd fannst ekki. Fáið error message hérna, fann ekki skrána myndir_fugl.gif. Þessi villa, hún kemur út af því að við erum að nota stökin hérna í strengjafylkinu, fyrsta staki er fugl, sem stakið í drop-down listanum og heitið á myndinni sjálfri, sem sagt slóðina á myndina. Það er gert hérna í uppfæra mynd og sjáu þið að við erum að gera þetta eins og í fyrsta verkefninu, image icon og svo er þetta slóðin á myndina, þess að undirmappan myndir og við erum í viðmót og þetta hérna er á undirmappan myndir pluss nafnið sem var fugl og pluss sem sagt suffixið eða endan, postfixið, gif. Til þess að þetta virki þá þurfum við líka að breyta öllum þessum hérna heitum í það sama við gerðum. Og þá hægri klikkar maður, fer í refactor, fugl. Góðan daginn.
Ok, nú skulum við prófa að keyra þetta aftur. Þar sem að stökin hérna eru á íslensku og við erum búin að breyta nöfnunum á myndunum okkar líka yfir í íslensku. Og þá virkar þetta aftur. Yey! Já, ég var ekki viss að það myndi virka fullkomlega að hafa og svona, en það lítur út fyrir að virka, þannig að cool. Sjáum nú hvað að gera næst. Ok, núna ætlum við að bæta við staki og það stak á að vera hestur. Bættu hestur. Já, þetta virkaði hjá mig strax að því ég var búinn að fara á Google og finna hest og ég fekk að googla skemmtilega horse.gif, þannig að náði ykkur í einhverja mynd. Ég er ekki búinn að tjekka hvort að þú veist svona hreyfimyndir virka, en prófaði það bara. Og svo til að fá myndina yfir í projektið þá bara dragi ég hana úr downloadinu og droppi henni hérna í þetta. Ok. Svo líka að laga sem sagt stærðina á myndinni, en það breytir einhver hvort ég gera það eða ekki. Bara lúkka betur. Ok, núna eigum við að bæta við J-label hlut fyrir neðan myndina og við höfum að setja eitthvað texta í hennan label þegar maður sem sagt skiptur stak eða velur stak. Þá þurfum við að hoppa í designerinn og við sjáum að þessi hérna, þetta er kassinn þar sem myndin okkar kemur. Stakkum við smá. Ok. Og þetta er sem sagt, við höfum að setja í J-labelið, segja hvað við vorum að velja. Þannig að myndin á ekki að vera nóg. Ok. Hvernig lagar stærðina á myndinni? Það er bara að hoppa í Paint. Paint og hérna svo resize og þar setur við svo pixla dótið sem á að vera. Akkur eins og sé eitthvað svona auto-stærð á panelum. Hvar? Bara öllum þessum hluta. Það er svo þannig að þá kemur J-labelum ekki inn í staðan stekkar það. Það er svo sé fast í hruninu að það sé eitthvað föst stærð. Já, það er til svo rosalega marga típur af viðmótum. Stundum þá, ef þú ert með kassa sem er inn í öðrum kassa og dregur einhverja hliðina af annar hlið, þá getur þú líkt sagt, ok, þessi hérna hlið, hún á alltaf að vera 50 pixla frá hinni hliðinni. Þannig að þú veist, þú dregur hliðina, þá fylgir hún alltaf. Og það er það sem var að gerast þegar ég stækkaði og þessi fylgdi með. En við áttum að búa til fall sem er private og er void og ég hérna birta skilaboð. Við skulum gera það hérna.
það tekur við streng og við ætlum að tala strengin sem nafn á dýri. Og svo ætlum við að kalla á þetta hérna, þessa aðferð, úr JDIR action performed. Skulum við að komast að í hvað JDIR action performed Combo boxið okkar, það heitir JDIR. Veljum svo hérna Events Action Performed. Þá sjáum við það búið að gera hérna. Hann búinn að ná í, hún búin að ná í sem sagt dýrana. Af því að við erum alltaf að nota það í það að setja myndina. Þannig að við getum notað þetta sama hérna í að segja hvað við vorum að nota. Eða segja hvað við vorum að hérna velja. Ok. Og við skýrðum þetta hvað birta skilaboð. Og svo dýranafn. Já, birta. Okidoki. Við þurfum að gera eitthvað núna inn í birta skilaboð hérna fallinu. Og þá þurfum við ég ætla bara að skýra þetta J skilaboð. Að ná í labelið. Okidoki. Nokkuð að fara hratt? Já, vil ég örugglega reyna að hafa okkur almennilega íslensku þarna. Þú valdir kanína. En þið skiljið, þú veist, þið fattið hvað við erum að gera. Ég að læra forritun ekki íslensku. Ok. Hvað segirðu? Hvað ertu að spá í? Þetta fyrsta projekt, það í rauninu bara einn jáklösi. Og það bara allt inn í honum. Nei, ég var bara að sjá hvað fylkið hér, hvað það var skilja. Hvað sem fylkið? Nei. Nei, reynum að skilja, ég veit hvað ég... Ok. Þá erum við búið með fyrsta hluta. Ef við hoppa strax í næsta, eða eru ykkur spurningar varðandi það sem við gerum núna. Já. Þrjár
rangar fjarvistir. Ok, á græði það. Það er svoleiðis. Já. Það er samt í mætti og ég skráði þjálfari. Já, við skoðum það eftir bara. Yes. Svona fáum við linkunum fyrir verkefnum síðustu stúr. Þú ættir að vera búin að fá út úr 2. Já, við erum búin að skila 3 og 4 og skilja það Jú. alveg ekki með 3 og 4. Jú. Já, þannig að bara, það tekur svo ógeðslega mikinn tíma að fara yfir forritunarverkefnin. Það er svona, þú veist, við erum bara, þú veist, næstu því nýp, þú veist, það eru innan við vika síðan við kláruðum að fara yfir snáka spilið, sko. Þetta er svo stórt og maður er svo ógeðslega lengi að fara yfir þetta. Ég fór bara yfir 3 eða eitthvað í einu og svo þurfti ég bara að taka með pásu, sko. En hérna, já. Það var það sem skrifaði þarna í Buildir Action Report, þarna fyrstu skrifaði núna. Já. Sko, þetta hérna var til staðar. Þetta er það sem Ebba skrifaði til þess að breyta myndina. Já. Hún skrifaði þetta, hérna uppfæra mynd og við erum í rauninni að nota bara sama streng og hún náði til að uppfæra myndina í að setja í skilaboðið. Sko, útkoman er svo sama, en þið eru að fara frá tölunarfræði 1, þar sem að gera dálítið mikið allt í einu falli eða eitthvað þannig, yfir í svona object-oriented forritun, þar sem þú ert ekki bara að vinna með eitthvað eitt fall, þú ert með, 20 klasa og hver og einn er 1500 línur, skilur við. Þú þarft að læra struktúr á hlutina og reyna á bara eitt fall að gera eitt hlut, hann á ekki að gera neitt annað. Og við erum bara að læra að gera þetta þannig. Þetta verkefni, það er reyndar ekki búið að setja þannig upp að þeir að, hafa hérna module view controller filosofíina eða þetta er bara hérna til að hjálpa ykkur að kynnast hérna kombabókstofinu. En annars, ef þú ert að gera föll, ekki reyna þessu tróðu svo bara einhver staðar. Búðu til nýtt fall. Það segir svo mikið. Birta skilaboð. Hvað heldur að gerist þegar þú kallar á birta skilaboð? Það birtir skilaboð. En ef að þessi gjörningur hérna væri inn í uppfæra mynd, þú myndir ekkert vita að því nema þú myndir lesa því í gegnum allt fallið. Ok, ef við hjóla í næsta. Ok, þá eigið þið að importa sem sagt hinu projektinu listi sýnidæmi af Moodle sem er hérna fokkin hestur. Hérna náðu ég þetta að importa þessu og svo áttum við að prófa að keyra þetta strax eins og alltaf, importa og keyra. Já. Þetta hérna núna, þetta forrit, þetta mun hjálpa rosalega mikið við næsta skilverkefni. Það er þeirra að gera svona forrit sem heldur utan tónlistin ykkar. Svo getið þið valið, ég hlusta á metal og þá sér all metallögin eða eitthvað annað. Það er að gera eitthvað þannig dótur í. En prófið að keyra forritið og sjá hvað gerist, þannig að við höfum svona meiri tilfinningu hvað er að gerast í öllu allstaðar. Öllu allstaðar, já. Ok, við höfum að keyra það og sjá hvað gerist.
Svo eigum við að prófa skránámskeið töl 203 G-tölna fræði 2. Ok, prófum það. Ekki svo að breyta ykkur. Ok. Og þá bættist það hérna við í listan. Gekk það hjá öllum eða krassaði þetta eða eitthvað svoleiðis? Ok. Það sem við erum þá að fara að gera í þessu verkefni núna næst, það er, þú veist, að geta eitt gögnunum og þess að þar. Ok. Þið þurfið ekki að gera lið 3 sem er bara svona fyrir mann þegar maður er að vinna þetta, að teikna upp klassana. Það er bara svona til þess að sjá hvernig þeir eru að tala saman. Ef ykkur langar að opnið það bara Paint og prófa að hafa svona sjálf. Það er góð æfinga hérna að setja upp svona hluti. En sem sagt, eftir að við erum búin að prófa að keyra þetta, prófa að skrá námskeið tölvunarfræði 2, þá eigum við að bæta við hnappnum eyða námskeiði í toolbarinn eins og við gerum seinast, eða þar seinast, var ekki myndasöðu þetta seinast. Ok, efst í aðallisti. Og svo eigum við að endurskýra þessa breytu og nú heita hérna J eyða námskeiði. Ok, hérna er þá sláinn, add from palette, button, Eru ekki búin að venjast þessu þegar við skýrum alltaf hluti jóð í byrjun? Við setjum alltaf jóð af því að þegar það eru viðmálslutur. Events, action performed. Ok. Búðu til atburðahandlir fyrir hnappinn eyða. Og ég var að gera það því ég hægri klikkaði á takkan. Fór í Events, Action Performed. Fengu þetta fall hérna. Og hvað eigum við að setja í það? Bættu við breytu í klassan aðallisti sem heitir aðgerð og getur haft gildið eyða, skoða eða breyta. Þetta er private breyta. Ok, þá ignorum við þetta fall í bili og ætlum að hoppa efst þar sem global breytunar okkur eru. Og erum við komin hingað. Hafið þið inni með enum áður? Veit einhverjum hvað enum er? Veit einhverjum að næstu hvað það er? Já, nei. Þetta er eins og boolean nema þetta er ekki bara já og nei. Þið er að búa til rauninni ykkar eigið boolean. Ég hugsaði það svoleiðis í staðan fyrir 0 og 1 þá geta það verið einar og ljósapera. Já, en það getur ekki tekið önnur gildi. Það getur tekið 15 gildi en bara þau gildi samt.
skoða eða breyta. Okidoki. Já, ég gerði það villust. Þetta eiga sem sagt við erum að búa til ínum taugin. Og svo þurfum við að stilla sem sagt aðgerðina á eitt af þeim. Hún mun alltaf bara geta verið eitt af þessum taugum. Okay. Og það líka. Hvað er svona af hverju þið búa til dag sem getur ekki verið með hvað er að gera þessu breyta aðgerð saman sem aðgerð það skoða? Já. Akkur það ekki bara skoða saman aðgerð? Út af því að hérna núna erum við að búa til taugin, ínum taugin og þau sem sagt í staðan fyrir að heita integer eða heita hérna boolean þá heitir það aðgerð tag af því að við ákveðum að skýra það svo hérna búum við til nýtt aðgerðatag sem við skýrum aðgerð og í þessu tilfelli er það skoða. Ok bara sem dæmi þá ætlum við svona að gera svona skilur við núna, þú veist, þetta er ekki bara þú veist, við getum verið að kannski seinast var eitthvað annað það veist, þú hjálpar þetta eitthvað? Já, ég veist bara líka, þetta er það sem við viljum skrifa í þegar þetta er gangi. Já. Það heitir ekki bara skoða sama sem það ekki takk, skoða. Af því að við erum, kannski erum við með ekki bara eina tegund á aðgerð, eða þú veist við þurfum að þú veist, þú sérð þetta þegar þú byrjar að gera stærra þannig þá svona, já, ok. Við þurfum að fá gettera og settera og hægri klikku við á, það er að hafa gettfall sem að næri breytuna og settfall sem að stillir hana. Til þess að gera það þá geti hægri klikkað á breytuna okkar og svo fyrir við í refactor og hvað er þetta? Það er ekki farið rétt. Það er encapsulate fields. Svona. Ok. Og við viljum hérna það er alltaf rosalega mikið þannig að reynir bara að fylgjast með þú hægri klikkar highlighta breytunum bara hægri klikkar á hana og fer í refactor og encapsulate fields og þar inni sérðu hellingadrasli og ætlar að ignora það og segja refactor. Er það grátt? Hvað er grátt? Hvar ertu núna? Ég er núna bara í refactor og það sem stendur hana encapsulate fields, það er grátt. Highlightaður þetta?
þetta hérna alveg eins? Breytan hefur private? Hún private aðgerð tag? Einhver annar að fá þessa villu, það sem að þetta grátt? Þú líka? YOLO. Þetta, ég var ekki reyndur, þetta gerist bara. Að prófa að búa til búljánbreytu og sjá hvað gerist. En já, það eru 5 mínútur í pásu. Langar ykkur að taka 5 mínúna lengur pásu eða styttri pásu eða núna pásu eða eftir pásu. Við erum komin rosa langt með þetta, sko, þannig að ekki bara taka pásu núna. Hvað þetta aftur? Set aðgerð. Og þá þurfum við að ná í tagið og það var aðgerð tag.eyða. Ok, fáðu nokkuð villu þegar þið eru búin að skrifa þetta inn í þá þessu hérna falli. Ok. Já. Aðgerð er skilgreind svona. Private aðgerðatag. Þetta er á breyta eins og integer. Ok. Integer getur verið á bilinu, þú veist, mínus ógeðslega mikið upp í eitthvað ógeðslega annað mikið. Sko, þetta er ekki integer, þetta er breyta af taginu aðgerða tag og þessi breyta, hún getur ekki verið frá mínus ógeðslega mikið upp í pluss ógeðslega mikið, hún getur bara verið skoða, eyða eða breyta. Og núna erum við bara að segja að byrjar á því að vera að skoða og svo þegar eyða, þá er það eyða. Sjá hvernig þú gerðu þetta í takkanum. Í takkanum, já. Sem sagt, já, í takkanum. Já, þú veist í takkanum. Það það hérna. En þá finnur ekki sett aðgerð, þá áttu eftir að hægri klikka á aðgerð og fá settur á gettra. Ok, svo svona auka, hann skiptir ekki máli. Gott að setja prent setningu til að vita hvort forritið fer ekki í handlerinn. Þetta er þá ekki í rauninni fyrir. Ef við ímyndum okkur að það sé eitthvað fólk sem er að bíða eftir að við klárum þetta forrit, þá er þetta ekki fyrir það fólk, þetta er meira fyrir okkur. Þetta er bara fyrir okkur til þess að sjá hvort að við förum inn í þetta fall hérna eða ekki. Þannig að í öllum tilvikum þar sem við förum inn í þetta fall, þá prentum við þetta út. Ok. Næst hefur við að prófa að keyra forritið. Skulum gera það. Ok.
Veljum á tölvuna fyrir Eyða. Index er 2. Námskeið er það sem ég skrifaði inn áðan og svo það sem ég setti inn, sem sagt við fórum inn í fallið og við stiltum aðgerðina á Eyða. Þið vitið okkur indexið er 2 en ekki 3. Þetta hérna er listi að því þú byrjar í 0. Þannig að það er 0, 1, 2. Það er bara svo einfalt. Ok. Núna ég að opna annan klasa sem er stýring fyrir lista og skoða þessa aðferð hérna, value changed. Value changed. Okay. Ok. Listin okkar inniheldur helling af hérna breytum og svona og þegar það breytist eitthvað af þessum breytum eða einhverja, þú veist, breytum svona sjást ekki en eru svona partur af þeim, þá kallast alltaf á þetta fall hérna, value changed. Þetta hérna er til dæmis breyting að breyta aðgerðinni og þá kallast á þetta hérna þegar við sem sagt gerum það, þegar við breytum taginu, aðgerðataginu. Við skoðum hvað við eigum að gera. Já, við eigum að bæta við sem sagt tilfellinu að við ætlum að geta eitt einhverju. Ok, ef það er stilt á aðgerðina Eyða, þá eyður við stakinu, annars skaltu skoða það og geta að byrja svona. Inn í þessu núna þá getum við gera þetta hérna. Og núna þurfum við að ná í tagið á aðgerðinni, sem sagt hvað við ætlum að gera næst. Það er aðglöggi á. Og svo get aðgerð sem við byggum til. Við erum örugglega importa þessu, já. Að forrita hérna Eyða námskeiði og það tekur bara við integer sem er á indexið á námskeiðinu sem við viljum eyða út á listanum okkar. Stýringur í lista, ef námskeið er -1 þá skaltu fara út úr aðferðinni með return. Byrjum á því. Annars ætlum við að eyða út úr listanum indexinu. Hvar er þetta hérna? Ok, hann er að gefa þetta upp öðruvísi í... Er ég með annað vikublað heldur en þið? Þetta er allt aðri hlutir í því heldur en sko í lausnunar.
dag námskeiti. Eitthvað ræðilega nafn út af þessu. Er ykkur ekki að fá 1.000.000 villur? Ég er að fá eina villu, þetta er ekki búin að gera með eiginlega allt og þarf að kalla á eina námskeiðiskrana. Já. Þá segir hann non-static variable cannot be referred from static context. Það er þarna síðasti liðurinn og kemst ekki lengur á hann í hvað ég vil. Hún hefur gleymt liðum inn í blaðið sko. Það á eftir að bæta við inn í kennsluskrá. En hérna já, ok. Afsakið þetta er bara það sem vantaði inn í verkefnið að við áttum að breyta hlutum líka inn í þessum hérna fæl kennsluskrá.java. Þessna voru allar þessar villur og svona. En það sem verðið að bæta við þar er þetta hérna. Ok. Ok, við erum búin að fara í gegnum alla liðina. Hérna vil ég ekki bara reyna við hérna þessa seinustu tvo 11 og 12 sjálf. Ég ætla að lesa upp. Ása Júlía, Benedikt Jón, Sóley Benediktsdóttir, Dagur Bergsson, Guðmundur Hermann Bjarnason, Bjarni Þór Einarsson, Ármann Elvason, Andri Friðriksson, Hjalti Þór Grettisson, Birnir Guðbrandsson, Alexander Guðmundsson, Fannar Þeyr Guðmundsson, Arnar Ingi Gunnarsson, Ásdís Helga Hafdísadóttir, Arnar Már Hatharsson,
Helgi Haldursson, Atli Haraldsson, Drífa Sóley Heimisdóttir, Helgi Freyr Helgason, Daniel Ingólfsson, Agnes Ír, Árni Franklin Guðmundsson, Guðmunds Jónsson, já, ok. Árni Hlynur Jónsson, Friðjón Júlíusson, Birkir Kárasson, Anna Karen Kristinsdóttir, Jóhanna Kristín Kristinsdóttir, Agnar Logi, Anna Kristína Lópers, Stulli, Sindri Markusson, Kvan Hang, Ágúst Þór, Birkir Freyr Sigursson, Brynjar Sigursson, Freyr, Embla Ír, Ari Viðarsson, Bjarki Hreinn, Alexandra Mjöll, Arnór Þorri. Eitthvað sem ég lasi ekki upp? Þú líka? Á hverju komist þið ekki? Það er átt að segja miðanapróf. Nei, Ebba er búin að banna fyrir. Þú verður að tala um Ebba út af þessu. Ég má ekki gefa ykkur mætingu. En þú veist, ég sendi mér e-mail núna með nöfnunum ykkar, svo talaði við Ebbu og vonandi spyr hún mig hvort þið komið og þá getið þið fengið mætingu. Og hún var að skamma okkur ekki mikið. Hún er alltaf að skamma okkur út af þessu. Það er fólk bara mætir einhver staðar. Já, við ætlum bara að skilja eftir. Nei, við græða. Já, það er svo að reynið að klóra ykkur út úr seinustu 2 liðunum solo. Í hvaða klasa eru option? Þú býrð til Já, ég líka. Já, það fer inn í sem sagt stýringuna þá fyrir lista, held ég. Jú. Og ef það virkar ekki að setja á breinum over þá í þannig aðalisti. Sorry að fóldótt skemmti dálítið flæðið á verkaninu. Þú veist, það vantaði eitthvað í þetta og svona. En hérna, já, þú maður laga skráninguna hjá þér. Manstu hvað tímar það voru? Já, fyrstu 2 og ég er í stýringu fyrir 4 tíminn, sem sagt. Fyrsta Ok, fyrstu 2 og 4 tíminn. Ég er ekki að plata, sko. Nei, ég man eftir.